Lárus Jónsson, Lali, þú ert búinn að koma okkur í áttalega úrslit. Þetta var eins og í fyrri leiknum skrifaði Halli Ingólfs, þrautseigju sigur Þórsara, það var þá heimamanna. Við getum notað sömu fyrirsögnina aftur. Já, í rauninni, ég held að það var svona svæðisvörnin í seinni hálfleik og frákustun með Skóbutu. Þeir voru alveg að pakka okkur saman í frákustum í fyrri hálfleik, en við náðum að vinna á frákustabaráttunni í seinni hálfleik. Terrence var duglegur að safna sér villinu í fyrri hálfleik og skoraði nú ekki mikið, en hann kom heldur betur traustur inn í seinni hálfleik. Hvað sagðir eiginlega við henni í hálfleik? Hvað settir í tegum? Sko, mér fannst í rauninni bara Jamal var að standa sér miklu betur í fyrri hálfleik. Þannig að það var svona meiri hraði í kringu liðið þegar hann var og Terrence var að láta einhver eina villu fara taugarnar á sér og hann var svona hrint og hann lenti á okkur leikmanni. Svo hann bara reynslumikil leikmaður, ég þarf ekkert að segja við hann bara ákvað að koma og spila sem maður. Þetta spilamennskan í seinni hálfleik kannski eins og þeir sýndu allan leikinn á móti Valsmenn og þetta eitthvað sem við viljum sjá áfram. Já, ég myndi segja það var kannski svona líka ánægjulegt að það voru líka Elli setti stórskot í fyrraleikluta, Baldur setti 4 stig, mjög sterkt stig og ásamt því að Baldur var bara stjórna vörðunni á okkur. Baldur var rosalega góður í kvöld. Já, hann stóð sér rosalega vel. Það kom svona, það er hans hlutverk að vera svona orkuboltinn í liðinu. Hann á að koma inn á og gefa liðinu vítamín, bæði vörð og svo. Var einhver óskamót hér í áttalega úrslitum? Bara heimaleikur. Það númer 1, 2 og 3? Já, það er náttúrulega alltaf miklu skemmtilegur að spila í höllinni. Til hamingju. Takk.